Góðan daginn og velkomin í þátt númer 67 hér á YouTube-rásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu Óð. Í dag er mánudagurinn 27. maí. Snemma dags eins og oftast. Og það er hérna kaffi í boðinu. Maður er gjörsamlega steiktur eftir helgina. Það er náttúrulega verið blíða allavega hér, ég veit ekki hvernig það var annars staðar. Þannig að maður er þrútinn í puttunum af garðvinnu og svoleiðis. Það prjónarnir voru ekki al hlutverki, það var víst að sinna þessum blessaða garði og ég var fyrir garðmeiðslum og svona fekk tak í bakið og stakk mig á þyrni í þumlinum, en ég vona ég geti prjónað samt. Ég gat allavega í gærkvöldi en við sjáum hvað setur. En þið komu ekki til þess að hlusta á hvernig garðvinnan fór hjá mér. En bara hjartanlega velkomnir, allir gamlir og nýir. Alltaf að sjá að það týnist svona. Alltaf einn og einn nýr inn, en svo dettur líka alltaf einn og einn út. En það er líka góðu lagi. Nú, í dag ætla ég að fara yfir klár, verkvinnslu, hvað datt í pokan og hvað er á döfinni. Ég var í allan gærdag út í Moldabeði að spá fyrir mig hvort ég ætti að fresta þessum eina viku, því að mér fannst ég svo lítið hafa gert, en ég hef alveg gert slatta, en eins og þeir sem að fylgja mér á Instagram vita að þá er ég búin að vera í brjálari áskorun á sjálfa mig að koma mér í hreyfigírinn og er búin að vera að fara hérna upp á Akrafjall reglulega og byrja á því að skora á mig að fara 23 sinnum upp á fjall í maímánuði, en breytti því í þriðju ferð held ég, að því þá kom óvænt í ljós að Hilmi minn þurfti að vera alveg allan daginn hjá mig í 3 vikur í maí og þá er ég ekkert þá í staðan fyrir að vera alltaf eftir hádegi hjá mér að þá bættust við 4 morgnar. Þannig að ég ákvað að breyta markmiðinu og breytti innir í 15 ferðir og ásast eftir að fara að ferð 14 og 15. Ég hugsa að 14. verði farið núna þegar búið er að taka þetta upp, að því að litli kemur ekki fyrir eftir mat. Og svo verður 15. ferðin farin á 50-daginn, uppstigningadag. Og markmiðið var að fara upp á Geirmundatind, en út af þessum garðmeiðslum sem ég var fyrir, að þá ætla ég að meta það í dag, hvernig mér gengur að fara fjallið. Því það er að fara upp á Geirmundatind er rosalega mikið svona klettapríl og vesen, þannig að ég ætla bara að sjá hvernig mér gengur að fara upp á þúfuna og meta það í framhaldi af því. En eins og ég sagði, þeir eru ekki komin hingað til þess að hlusta á þetta allt saman, en þetta spilar inn í prjónatíman. Svo þið verður bara að fara upp á Guðfinnuþúfu, keyra upp í fjall, fara upp á Guðfinnuþúfu og komast þér aftur heim er tæplega 2 tíma dæmi. Þannig að það er 2 tíma prjón. Og svo kom upp óvænt eitt verkefni hjá mér í sambandi við sýnishorna prjón fyrir Stíven og ég kláraði það og ætla að sýna ykkur það. Og svo var ég að byrja á svona top secret stöfi sem að ég náttúrulega segi ykkur ekki frá, eða get ekki talað um. En það tutlast samt aðeins í öðrum hlutum, þannig að ég hef eitthvað til þess að sýna ykkur. Og eins og venjulega þá bara förum við í klár, fyrst það er klár. Og ég gerði sýnishorn á Surino Symphony eftir Stephen West, eitt af 9 sjölunum hans. Og náttúrulega þetta litakombó er algjört æði. Sjalið er geggjað og það var svo ofboðslega gaman að prjóna það. Þannig að það var nú ekki til þess að mér líður eins og krossfisk. Það var nú ekki til þess að skemma það. Það var geggjað að prjóna, en þetta nú
ég hugsa að þessi flottara samt svona á þennan háttinn að þetta liggur svo sniðið býður upp á að þetta liggi svo vel hérna á manni. En sko mér leiddist ekki 1 mínútu nema á einni umferð sem á svolítið svona þá þurfti virkilega að reyna á athyglisbrestin minn en það hafðist með því að nota bara nóg af prjónamerkjum. Og þeir sem hafa gert það sjálf, þið veitir kannski, þetta er langa umferðin sem er öll skipt niður í búta svo maður eigi auðveldara með að komast í gegnum það. Og ég komst í gegnum það með því að nota hérna prjónamerkin. Og bara ekkert af því. En þar sem ég sjá þumalinn hérna vinka í gegn, það er garnið frá Stephen and Penelope. Ná ég hérna pokan. Það er hérna Westwool Bicycle sem er 10% texel og 90% Falkland merino og það er bara algjör snilld að vinna með þessu. Þetta er svo mjúkt en lítur út fyrir að vera svona rustic. Já. Og þetta, og ég vona að lýsingi verði betri heldur en síðast. Ég prófaði að draga bara alveg núna fyrir sólina og bara með lampalýsingar. Og þessi litur heitir Lichen. Og svona, að því ég hef verið spurðaði hvort það fari mikið í þetta. Þetta er fislétt. Og þetta eru, hvað var að segja, sko af þessu nota ég rúmlega 1,5 hespu eða 166 grömm. Af aðallitnum og svo af fyrsta, þetta er allt hérna Suri frá hérna Queen Fiber, Suri, Melted Suri, Baby Suri alpakka og ég nota þess að þetta er litur, aukalitur A og ég notaði 28 grömm af honum og af aukalit B notaði ég 19 grömm og 36 af þriðalitnum svarta. Þannig að það er alveg kjörið ef maður á svona, þú veist, eitthvað fluffy Baby Suri og ekki fulla hespu, þá dugar það alveg pottet í eitthvað af þessum þremur og svo var einn að spyrja mig hvort það væri hægt að nota eitthvað annað en samt svona loðið og mér náttúrulega datt bara strax í hug þá þau eru öll að garga í mig núna hvað það heitir móher skýður það. Það er örugglega hægt að nota bara tvöfalt móher líka. Eða jafnvel þá einfalt móher og svona einfaldan þráð af fingering, svona single ply, eins og sagt er á góðri ensku. Afsakið. Þannig að þetta er klárið og ég er alveg óbúslega ánægð með það og það var svo gaman að leggja það til og strekkja það. Það lagðist bara eins og það átti að vera. Maður þurfti ekkert að þvinga það í eitt eða neitt nema ég náttúrulega tósaði aðeins út hérna tóturnar en oft þegar maður er að strekkja sjöl að þá er hérna þessi partur stendur oft svona upp. Er bólgin hérna upp. Og þá þarf maður að þvinga hann í að verða svona. Af því að það er svolítið skrítið að hafa hérna einhverja bólgu hérna uppi. Hún gerir ekkert fyrir mann. En í þessu sjali þá bara sá sjalið þetta algjörlega sjálft. Þannig að mjög ánægð með þetta klár og það er svo gaman að prjóna svona sem að einhver annar hefur valið litina í. Þetta er nú alveg, þetta er alveg mínir litir þannig en þetta er
kannski ekki endilega eins og segja eitthvað sem ég myndi velja saman. Þannig að það er svo gaman að fá í hendurnar eitthvað frá öðrum til þess að svona, alveg já, þetta gengur alveg. Frjókarna ána með allt hérna alveg í fúlsving. Það er bara önnur rödd á minni í dag. Nú, þetta er sem sagt eina klárið, en ekkert smá klár og óbúslega fallegt og flott og þú veist, það var svo, það hélt, hérna, það skiptist svo ört hérna, ég get ekki hægt að tala um þetta, þú veist, þetta hérna, maður var hann hæfilega leiður þegar það skipti og fór niður í þennan skemmtilega kafla hérna, gaman að gera þetta, þú veist, það er alltaf eitthvað. Erfiða umferðin er í þessum hérna kafla, eða sem mér fannst tricky, maður ekkert erfið, en maður þurfti bara að hafa hugan við það. Ekki þetta gera það með lítið börn í kringum sig. Þannig, og svo gaman að gera þetta inn í bríósinu, svona flotta tungu. Þannig að þetta var bara, ég var bara, ég ætti að fara að fella af hérna tæplega 700 lykkjur með I-cord bind-off, en það gekk líka rosa vel. Þegar maður er með gott gatt, góða prjón og góða uppskrift, þá er bara allt skemmtilegt. Nú, svo gerði ég líka, ég sagði ykkur í síðasta þætti að ég var að gera sumargjafirnar á barnabörnin. Ég er búin að gefa þeim svona pínu annað til þess að friða mig. En ég var búin með settið á Hilmi Þór á eftir að þvoða það og ég kláraði húfuna á Erni Leó og er að fara að byrja á kraganum hans og svo er eftir Hrafntinu, en ég ætlaði bara að sýna ykkur það allt saman þegar ég er búin að þvoða og gera það fínt og svona. Já, svo ætlaði ég að sýna ykkur hérna bílaprjónið, það er úr hinnu yndislega Mondim garninu og litlu prjónabúðinni. Ég er henni meðri umferð, já, ég átti eftir að laga, ég misti henni lykkju. En undir venjulegum kringumstæðum þá væru þessir sokkar tilbúnir, það væri komin hæll og ég væri búin að gera stroff og fella af, en af því ég ætla bara að prjóna þangað til hnyklarnir, þessi 100 grömm eru alveg búin og setja þá stroff hérna og fella af og síðan þá ætla ég að telja umferðirnar og á mínum sokkum er ég vel með frá því ég klára að gera tanna. Þá er ég með 60 umferðir og gera svo Fizzlips Kiss hælinn, en af því ég ætla að setja eftir á ísettan hæl og hann er vel pínu dýpri, þá tel ég bara 56 hérna og eftir hælinn hef ég venjulega haft 60 umferðir og svo stroffið. En ég ætla bara að telja alveg hvað er mikið og sjá hvort að ég ná að hafa annan í minni venjulegu lengd, semst með þá 56 lykkjum hæl og 60, lykkjum umferðum og hvort að hinn verði þá eitthvað rosa skringilega stuttur. Þannig að hérna, en þetta er bara mjög næs í bílaprjóninu. En ég þarf að muna eftir að laga þessa lykkju fyrir næstu bílferð, svo ég tróði þess ekki alveg onni. Svo hinir sokkarnir, ég hef verið að grípa í þá núna með honum Erni af því að, með Hilmi, ég ruglaði alveg hérna sitt af því ég hitti loksins Erni minn í gær, hann er búin að vera svo lasinn, fekk lúnabólgu og svona og ég hef ekkert viljað vera að vasast í honum svo maður sé nú ekki að bera eitthvað á milli krílana, þannig að loksins hittumst við í gær og hann er mér ofalega í huga. En ég er að gera þessa hérna úr Pattons Croix sokkagarninu frá henni Ameríku sem ég fekk í aðventuleiknum mínum og síðast ef við hittumst þá var ég komin hingað, þannig að það eru komna nokkra rendur í viðbót og þetta er bara alltaf hérna inn í stofu við hendina til þess að grípa í þegar litli maðurinn er vakandi og á þvælingi. En það munar sko, fólk er ofta að spyrja, hvernig fer það því að afkasta svona miklu og máli er bara það munar hverja lykkju.
Þannig að þú veist, þó ég sé standandi og svona viðbúin því að hann sé að brasa eitthvað, þá nægir stundum alveg að prjóna 2-3 umfyrir ári en þarf að eitthvað að gera græjan og það munar þessar hver einasta lykkja telur. Og þess vegna vex þetta svo mikið og málið að ég alveg búin að ná loksins tökum á mínum ég ekkert með eitthvað alvarlegan athyglisbrest en ég greind með svona vægan athyglisbrest og snar ofvirk en til þess að virkja það, sérstaklega athyglina, að þá þetta best fyrir mig þegar ég sest niður að vera með eitthvað í höndunum af því að ef ég ekki með eitthvað í höndunum þá sofna ég bara. Og það ekkert sniðugt þegar maður að passa lítinn varg sem að fer upp allt og allstaðar. Og þú veist, þó að sé alltaf full blast í kringum mig, þá bara detti ég út. Og þannig að ef ég ætla að horfa eitthvað í sjónvarpinu eða fara í bíó eða eitthvað, þá verð ég að hafa prjónan í höndunum. Það, þú veist, annars bara, já, sofna ég. Og náttúrulega, þetta náttúrulega bara líka, þetta svo róandi. Og það sannlega það sem að að ná mig niður, það þessi ryþmi í prjónaskapnum og þurfa stundum að einbeita sér að einhverju, þú veist, ef maður með flóknar uppskriftir en einhverju sokka. Þannig að þess vegna verður mér svona mikið verkið því að ég sest ekki niður á þess að vera með prjóna. En ég hins vegar sko, ef ég í heimsókn einhvers staðar og svoleiðis, þá ég ekkert endilega ekki nema að liggja eitthvað mikið á. Þá ég ekkert að rífa upp prjónana ef ég að spjalla við fólk og svona. Það bara, já. Það bara eftir aðstæðum. Nei, ég ekki búin að rífa. Jæja, það vill til að þetta gott garn. Það dotti lykkjur á prjónanum. Ég laga það bara eftir. En ég sérst að gera vettlingana hennar Guðlaugar. Skemmtilega að vita hvað heita. Sorry Guðlaug, það bara alveg dottið úr mig hvað þessi fegur að dís. Ég greinilega ekki með forsíðuna. Ég loksins svona aðeins fann að mjakast áfram í þeim og komin upp fyrir þumalinn, en þetta náttúrulega eitthvað svona verkefni sem maður gerir bara þegar maður getur einbeitt sér að munstrinu. Og þessi að hér duttu lykkjurnar af, en það alltaf læga því að þetta Navia Duo og heldur sig vel saman. Og ég að gera tilraun núna, ég hef aldrei pælt í því hvort það hafa ykkur áhrif, hvernig böndin eru í höndunum á manni þegar maður að prjóna upp á hvor liturinn poppi. Ég hef aldrei trúað að þetta hafi áhrif. En svo eru vinkonur mínar í prjónahófnum búin að tala þetta og prjóna mikið svona. Og ég ákvað bara að gera tilraun á því. Og nú gula bandið alltaf aðalbandið. Það sem sagt alltaf bandið sem fyrir framan þegar ég fremra bandið. Sem sagt. Og gula bandið alltaf nær aðaliturinn alltaf nær unu. Þannig að ég að prófa og ég verð bara að viðurkenna það að ég sé heilmikið mun. Það miklu jafnara. Sérstaklega í lófanum. Ég finnst alltaf áberandi í lófanum. Þá koma svona skil ef maður ekki með hugan við hvernig liturinn snýr í höndunum á manni. Og þá sjást oft svona skrítin skil þar. Ég verð bara að viðurkenna að þetta skiptir máli. Og ég þarf að koma þessum lykkjum upp á eftir. Þetta sem sagt Navia, keypt einhvern tímann í rúmfattalagarnum. Grái litur 22 og þessi karríguli 236. Þannig að það að laga endalaust, þannig að ég get ekki gengið almennilega frá hreinu. En það rosalega, þú veist, þegar ég fæ frið til þess að setjast niður með svona vettlingamunstur prjón, þá rennur það alltaf upp fyrir mér hvað þetta í rauninu og veru fljót gert ef maður fær pínu frið. Þannig að ef ég hef ekki tekið þetta Surino Symphony sjalið þá
væri ég allavega búið með fyrir vettlingin. Ég er ekki svona sko æst í vettlingaprjón eins og sokkaprjónið. Þannig að en ég væri nú sjálfsagt búin að fitja upp á númer 2. Og ég veit ekki hvað það er sko, af því að mér finnst, ég veit eiginlega sko af auka hlutum þá finnst mér svona munstur vettlingar ótrúlega fallegt fyrirbæri. Og nokkra í mínum prjónahóp hérna á Akranesi eru bara algjöri snillingar í þeim bransa. Nú síðan er það Black Magicið mitt eða heitir ekki Malt Magic. Jú, eftir Stephen West. Ég loksins spann restina af olíubrákargarninu og var að vinda hana upp gær svo ég gæti haldið áfram og ég er alveg að vera búin með 7. hlutan. Hvernig snýr þetta? Svo sér maður ekki neitt en það í myrkrinu. Þannig að þetta er bara svona eins og langur trefill í augnablikinu. Það verður eiginlega að segjast eins og að þetta lítur ekki út eins og neitt. Mun vonandi gera það eftir 2 vikur. Líta út eins og klárað verkefni. Þannig ég held bara áfram að leika mér með að leggja áherslu á þennan olíubrákaða og það er alltaf leys, svart leys frá Drop sem að leikur grunnlitin er í allstaðar í grunninum. Svo er ég með hérna silk mohair frá Sandnes. Hvað var það? Og ég er með einrúm. Er ég að sýna ykkur þetta? Og ég notaði Baby Lanet svart og svo var ég að finna svart smart. Ég veit ekki hvert það, já hérna er það. En það er það gróft að ég myndi ekki vera með leysið í því ef ég nota það. Já, þetta er að skoða svona betur hvað er framundan í því. Þannig að þetta er fór aðeins í gang eftir gær. Bæði að því ég var loksins búin að spinna gatnið og vindaði upp og líka því ég var pínu stopp í leyni verkefninu. Og nú kemur þetta hefðbundna geispinn. Síðan er aðeins búið að gerast eitthvað hérna í Melted Mirage eftir hann Stephen West sjalið, bríósjalið. Það er bara, þú veist, ég er í síðasta og lengsta kaflanum. Þetta bara hefur sinn gang. Þetta er bara hvítt alpaka súrí með svona gulri norskri lambsull. Þetta er svona fade kit sem ég keypti af henni Emily Björna í Arctic Knitting sem ég veit ekkert hvað er að frétta af núna. Það bólar ekkert á podcasti eða gatni í búðinni hennar eða neitt. Þannig að ég veit ekkert hvað er í gangi þar. En ég allavega náði þá í svona norska lambsull. En svo tekur þessi hérna sem er aðeins gulari við. Og ég það er það lítill munur á þeim að ég ætla ekkert endilega að feita, eða ætla ekkert að feita neitt inn. Ég ætla bara að byrja á honum þegar fyrsti liturinn klárast. Þannig að þetta bara vex í róliheitum. Þetta kemur svona með mér á prjónahittingana. Af því það er þannig, það er það þægilegt núna að það er ekkert mála að vera með þetta innan fólk. Það verður bara æði þegar þetta verður alveg svona þvílíkt létt og æðislegt. Ég hlakka svo til að geta verið að nota það. Síðan datt stelpan bara í lukkupottin. Ég sá þarna inn á garnbítti síðunni á Facebook að þar var ein kona hér á Akranesi sem er algjör prjónasnillingur og er alltaf með svona óbúslega fallegt garn í verkunum sínum og
að hún var að selja svona svolítið stórt stass af einni tegund af garni og ég bara stökk á það. Þetta var bara á djókverði hjá henni, en hún vildi bara losna við þetta. Ég bara gerði henni þann greiða að kaupa þetta. En þetta er hérna, þetta garn. Ég veit ekkert hvað hún fékk þetta. Getur verið að þetta sé til í handbrjónu í Hafnarfirði. En ég man allavega henni den var þetta til í garnbúðin.is sem var hér á Akranesi. En þetta er 100% merinóll og það eru cirka 115 metrar í 50 grömmunum. Gefið fyrir prjóna 4-5 mm og það eru 4-5 lykkjur á 2,5 cm. Þannig að þetta er svona eins og DK grófleiki. Og ég keypti þess 27 hespur og svo fullt af hnyklum sem að bara, þú veist, fylgdu með. Og mér er lengi búið að langa til þess að gera hérna throwback eftir Andreu Mári. Aldrei einhvern veginn svona fundið garnið sem ég langar í. En ég hugsa að þetta er alveg brill. Ég þurfti reyndar alveg að fiffa prjónastærðina og svo leiðis og gera prjónafyrstu pröfu af því að ég vissi að í aðaleitnum væri ég ekki með nóg garn og sérstaklega ekki ef ég ætla að loka nú prjónin í hring, þannig ég verða prjónina fram og tilbaka. Af því þetta er það gróft garn að það færi svo mikið í hérna aukalykkjurnar í miðinni að þú veist, ég myndi ekki ná henni síðri og ég vildi. Og hugsanlega þarf ég að fiffa eitthvað. Ég ætla að byrja á því að þegar ég búið með bekkin hérna og komið niður að ermunum, þá ætla ég að gera ermarnar og sjá hvort ég þurfi eitthvað að föndra með liti þar, hvort ég þurfi að setja inn eitthvað munsturbekk hérna til þess að drýja aðalitin sem er þessi græni. Og það eiga bara að vera 3 aukalitir í munstrinu, af því ég með fullan poka af alls konar hnyklum, þá ákvað ég bara að leika mér með þá. Og það sem er nýtt í þessu fyrir mér er að gera munsturprjón úr svona 100% merinó ull, svona mikið munstur. Og hérna sem er ekki svona, þú veist, eins og rauma eða navía eða íslenski lopinn sem að loðir ekki vel saman. Þannig að maður þarf að vanda sig svolítið með hérna baklykkjurnar. En þetta garn er svo mjúkt. Ég ætla að sýna ykkur hérna hespurnar sem er reyndar alveg í henglum því að það er greinilega búið að vera svona að skoða eitthvað. Þetta er til dæmis, þetta er græni aðalliturinn í hérna, í peysunni, litur 3315. Svo er hérna svona órans, Agnes, 3578 og bara fullt af öðrum dásamlegum litum. Og hún, þessi sem ég keypti þetta af, hún hefur heklað teppi úr þessu, hún hefur gert uglupókana og peysur og bara allt mögulegt. Og hérna var bara búin að fá nóg af garninu, þannig að ég ætla að byrja allavega á throwback og ég á svo alveg í fleiri peysur að núna í þessu póka. Þetta voru 27 heilar hespur. Já, og svo fullt af litlum dúllum með. Þannig að ég fytti upp á þessu og þegar munstrið verður búið þá verður þetta mjög fljót prjóna því að þetta er á mjög grófum prjónum, ég held að sé á 6 mm. Og það sem að tefur mig í þessu er náttúrulega önnur verkefni og hérna að þurfa að gera munsturbekkin á röngunni tilbaka. Það er svolítið, en þú veist, það er bara gott fyrir þennan að læra eitthvað nýtt. Ég hef aldrei gert það. Þannig að hérna YouTube reddaði mér þar af því að ég einhvern veginn fékk ekki, ég hugsaði þegar ég var að rembast við þetta árið ég fór að skoða YouTube, þetta getur ekki verið svona flókið, þetta á ekki að vera svona erfitt. Og veit menn, þegar ég fann út því þá var þetta hvorki flókið né erfitt, þetta er bara eitthvað nýtt sem maður þarf að venja sig á.
Já, þá er bara komið allt sem ég er búin að vera að brasa í síðustu 2 vikunar og næst ætla ég að sýna ykkur hvað datt í pokann, en ég þurfti að bregða mig suður á 50-daginn hafði þá deginum áður séð að það var komin lagersala í Tinnu í heildverslunni hjá þeim í Kópavogi. Ég datt inn þar og keypti mér peysuvirði af sandnesgarni, súrí alpakka, svolítið svag fyrir súrí þessu dagana, í þessum svona móv, ég veit ekki hvernig á að lýsa, þetta er svona ekki alveg lavender en þetta er svona fjólu lavender litur. Þetta er litur númer 4351, gefið upp á prjóna upp á 5 mm prjóna og þetta er 96% baby súrí alpakka og 4% polyamid, 130 metrar í 50 grammanum. Og það var 70% afsláttur á þessu. Þannig að garnið var hespan var á 690 kall eða eitthvað minnir mig. En það var ekkert annað sem að heillaði með hana en bara þetta. Og þegar maður keypti fyrir einhverja ákveðna upphæð eða bara hvort allir fengu þetta, að þá fylgdi með svona af handahófi valin gömul írblöð. Og ég held að ég eigi ekkert af þeim. Þannig að ég lofaði sjálfur mér, það er allt í rústinni kringum mig, af því að hingað, og meðan hann er allan daginn, þá er bara hendingað inn dótið, þannig að ég er á eftir að taka allt til. Og ég lofaði sjálfur mér að fara ekki að blaða í þessu neitt fyrir en að allt er orðið fínt. Og ég er að fara að sauma á eftir franska rennilás í dýnurnar í tjaldvagninum okkar, þannig að það verður ennþá meira allt í rúst hérna. Þannig að ég skoða ekkert, og svo ætla ég að fara að hella mér í töskuframleiðslu og þannig ég er ekkert að fara að skoða neitt. Þessi blöð strax. Nú síðan kom ný bók niður í Galleri Snotru, mig og mín í strikk eftir Lenu Hólm Samsö. Ótrúlega falleg, og það er svo gaman að sjá að það er svo mikið að koma tilbaka bara sem ég man eftir systrum mínum að pæjast í þegar ég var lítil. Hérna er svona yfirlit síða og það er þetta sem er að koma svo mikið svona röndóttar með vaffi í og mikið af svona grófum svona baby súrí peysum. Það gá hvort ég segi hversu ný bókin er. Svo getum það Jú, þetta er sérst, ég er með í höndunum fyrstu útgáfu af fyrsta upplagi sem var gefið út 2018. Og það er eins og ég segi, þetta er mjög mikið svona mohair og baby súrí sem er svona gróft prjónað og fljót prjónað væntanlega. Ég ætla að reyna að finna þessa, það er náttúrulega getað verið búin að undirbúa þetta betur en hvenær ger ég eitthvað svo les. Eða allavega þú veist, ég undirbjóð þetta ekki nógu vel. Mér langaði svo að sýna ykkur þessa röndóttu sjá. Já, þetta Og það er alveg hellingur í þessari bók. Ég á eftir alveg að bilast því ég leyfi mér að fletta henni almennilega. Mikið af fallegum einföldum gollum. Sætum barnapeysum. Og það er svona, já, sjáðu þessa mikið í stíl við, þú veist, fyrir mömmu og barn. Það komu 2 eintök í Snotru, Anna átti að vera sínsotn og hitt selt og ég held að hún hafi sett inn mynd inn á Facebook og klukktíma síðar voru þær báðar búnar. Og ég keypti sýningareintakið sem var varla búið að fletta. Það var búið svo stutt hana.
Nú, svo fékk ég smá glaðning frá yndislegri konu sem að sendi mér hérna Spring Cleaning Shawl eftir að Stephen West. Prentarinn minn er bara alls ekki í goodie feeling, þannig að ég get ekki einu svona sýnt ykkur mynd af því og ég er að tala í símann þannig að ég get ekki opnað þar og hérna talvan á maður fara að stæla þannig að ég bara slökk á henni. En það heitir Spring Cleaning Shawl og gefur til kynna að hérna, þetta er svona vorhreingerningar sjal. Þannig að ef maður á einhverja fallegar litlar afgangahespur að þá er þetta kjöri í það og ég bara get ekki beðið eftir að fara að tína í þetta. En eins og ég segi, það er að gangi í garð síðasta vikan með litla manninum og eftir það þá hérna fer ég að tína í þetta. Ég sem var að lofa sjálfum mér í að klára það sem ég er með á prjónunum. En það er í rauninni ekkert þannig svo mikið eftir af því sem er á prjónunum. Hvað er þetta? Ég má alveg fara að byrja að tína í. Það eru nokkrar peysur tilbúnar að bíða. Skál. Þetta er góð fíkn. Nú, svo var hún Amy hjá Stranded Dyeworks og Stranded Podcast með svona að selja af sínu persónlega garnstassi, svo kallað D-stass og hérna og ég náði að detta inn á það meðan voru til svona fallegir eða það sem að höfða til mín og fekk bara á spotprís hérna 3 fallega hluti sem ég ætla að sýna ykkur og fyrst af því er svona sokkateppi eftir hana Amy sem að hún var að selja. Hún er hætt að vera með svona sokkateppi en þetta er hérna 75-25 Superwash merino nylon og er fingering róleiki og þetta er kallað paintbox númer 28 liturinn. Þá er það af því að þetta átti að verða einhver ákveðin hérna litur sem hún framleiði fast. Það var eitthvað klikkað í litaferlinu þannig að þetta er ekki nákvæmlega eins og átt að vera. Þetta átti semst að vera plateau liturinn en er kallað paintbox nummer 28 af því það klikkaði eitthvað. Kallar alla litina eða hespurnar og teppin sem hún setur í búðin og selur ef það er eitthvað pínu ekki eins og á að vera þá er alltaf þetta paintbox með. En þetta er sem sagt svona teppi. Hún Kristín í Vassnes hefur einmitt verið líka að er með svona nokkur og hérna uppi sjáu þið glitta í svona hauskúpu og þetta er eftir hana, þetta er á svona sokkateppi eftir hana Andrei Sunits og ég var svo heppin að komast yfir 2 svona frá henni og annað er þessi sykur þarna og ég ætla að hreyfa ykkur hérna, passið ykkur og svo sjáu þið glitta í þarna ég veit ekki hvað ég er að benda þarna er svona appelsínugult tré. Þetta er stykki sem hún gerði í tilefni af Rhinebeck 2017 fyrir ekki 16 vil ég sagt hafa og þetta er náttúrulega 100 grömm og það er alveg yfirdrifið í sokka þannig að ég náði að klippa út svona heila mynd af hennar til þess að ramma inn og eiga því að þú veist, þetta er bara listaverk. Þetta er aftur, þú veist, er bara allt svona þannig að það er ekkert til þess að klippa út og ramma inn. Mörgum finnst erfitt að prjóna beint úr teppinu af því það krullast svolítið gatnið en mér finnst það bara gaman, það kemur svona önnur áferð þegar gatnið er að renna í gegnum puttan á manni þegar maður er að prjóna upp þannig að sumir hreinlega vinda þetta upp í hespu og leggja þetta í bleyti og láta það svo þorna og vinda þetta svo aftur upp í köku og prjóna þannig úr því. En þetta er svo sem ekkert á leiðinni á prjónana á næstinu en bara rosa gaman að ná líka svona frá Amy að því hún er hætt að lita svona teppi. Ég er svolítið svona nostalgíu safnari með þetta en ég samt á endanum nota alltaf þessa hluti. Síðan náði ég mér 2 hespur eftir hana Nora George sem er líka breskur litari og hún höfðar mikið til mín, hún er í minni litapalettu. Hvíta baby súrið sem ég er að nota hérna
í Melted Mirrors með norsku lamsullinni. Það er einmitt frá henni og ég pantaði líka 2 aðrar hestbrákarnir svona handlituðu. Og ég náði mér í þessar 2 hjá henni Amy og þetta er náttúrulega á miklu betra verði. Það eru greinilega, hún er búin að eiga þetta svolítið, þetta er alveg, þú veist, búið að lifa í hérna gattstassinni hjá henni Amy. En þetta er Gold Sparkle Sock, þessi hérna, það er sérst gilt, þið sjáu kannski glitrið í því. Það er 75% Superwash Merino, 20% nylon og 5% Gold Stellina. Og það eru 400 metrar í 100 grömmunum. Og þessi litur heitir Bill and Floor Get Married. Ég veit ekki hvað referens það er. Síðan er það Apple Blossom og það er Superwash Sock, 75% Superwash Merino og 25% nylon. 425 metrar í 100 grömmunum og ég held að ég eigi aðra svona hespu. Allavega hefur maður alltaf langað í hana. Þannig að, já, hún allavega núna. Og svona 1 eða 2, ég ættir að skoða það. Svo ég segi, það er öllu bara hendin inn, það fer ekkert upp í hillu. En þetta er grænt, aðaliturinn er grænt, en svo koma svona gulir og rauðir og bleikar freknur. Og þessi er með meira bláu heldur en ég venjulega fell fyrir að því ég bara, eins og ég er alltaf að segja, ég elska bláan, en það fer bara ekkert brjálæðislega vel við mitt litarhaft. Þetta getur orðið svona fancy pant sokkar, ekkert sem bannar það. Þannig ég var mjög ánægð með þessi kaup. Já, þá er pokadótið búið. Nú, það er að detta í hús slatti af alls konar skemmtilegum efnum og ég ætla að taka næstu viku í það að sníða og sauma. Ég er að bíða eftir síðasta pakkanum en ég svo sem get alveg byrjað þar ekki það en ég er bara að reyna að hafa svona eitthvað form á því og ég ætla ekkert að setja endilega inn á síðuna myndir af efnunum af því þá bara fer ég að fá, þú veist, endalaust sem er í sjálfu sér bara æðislegt alveg, ég vil fá þessa, ég ætla að gera svona og svona en málið er að ég seti inn myndir af efnunum og er kannski ekki byrjað að sníða og svo er einhver með eitthvað ákveði í huga sem maður vill fá út úr efninu en stundum er ekki hægt að framkvæma það því ég er náttúrulega alltaf að reyna að fullnýta efnin þannig að ég ætla bara kannski setja inn svona svarthvíta tísera eða eitthvað svoleiðis en svo koma bara myndirnar af töskunum þegar þau eru tilbúnar og þá er bara þetta go crazy en eins og þá er vefsíðan, hún er ekkert lokuð en það er ekki hægt að klára og afgreiða pantanir þar. Það verður bara að gerast í gegnum Facebook síðuna og ég setti inn núna í síðustu viku myndir af þeim töskum sem eru eftir með alveg svaðalegum afslætti. Þannig ég er bara að reyna að losna svolítið við það áður en þetta nýja kemur. Það eru 4 stórar töskur til 1 kassalega 2 reyndar og 1 svona samandraganleg og svo svona nokkra litlar undir aukadótið og þetta er allt með afslætti, ekkert póstberagjald og það er bara hægt að panta þær í gegnum Facebook. Já, þannig að það er svo sem ekkert meira það að segja, en áðan var ég að segja þarna að fara að fitja upp og eitthvað, en á blaðinu hjá mér sem ég skrifaði fyrir klukkutíma rúmlega síðan á döfinni er að klára verkin í vinnslu svo hægt sé að fitja upp á öllum hinum. Ég vil sjá hvort hún stendur eitthvað við það. Þannig að já. Við erum reyndar sko núna, svo hugsa, maður svo útsmogin. Við erum að taka tjaldvagninni gegn og undirbúa hann fyrir sumarið, búin að vera með hann hérna út í garði að setja sílkuna á hann og þó utan á öllum dínunum og svefntjaldið og gardínar og allt bara og gera hann fínan. Ég get náttúrulega potað inn í hann þegar við göngum svo frá honum einhverju nýju verkefni sem að bíðum mín í
þegar við förum í næstu ferð. Til dæmis spring cleaning sjálinu. Ég get alveg týnt í poka og sett í vagnin. Það var svolítið gaman að hafa eitthvað svona sem að bíður eftir manni þar. Ég er að skoða það. Þetta er eitthvað. En já, annars bara hef ég ekkert meira um málið að segja í augnablikinu. Ég gerir ráð fyrir að vera eftir 2 vikur. Jú, ég hugsa það. Er það ekki þá eftir hvítasununa? Jú. Og spurning hvað mér verður búið að verða úr verki þá, af því að framöndan ekki núna í vikunni heldur næstu er saumavika, en maður þarf alltaf að setjast niður og prjóna smá inn á milli. Það er eina handavinnan sem ég fæ ekki, í bakið af, það er að prjóna. Ég verð þreytt þegar ég hekla, ég fæ illt bakið þegar ég sauma og allt þetta, þannig að prjónarnir eru hvíldin mín. En þannig að þanga til, þá bara þakka ég kærlega fyrir í dag og óska ykkur góðrar og gleðilegra handavinnuvikna og við sjáumst síðar. Takk fyrir og bless bless.